Elsku börnin mín, ég vil bara segja það enn og aftur að ég að bladra þetta fyrir ykkur. Því að enn sem komið í þessari frásögn er ekkert ykkar fætt. Ekki Jón Emil, ekki Alfeir Erla og ekki Jóhannes. Vildi bara minna á það. Svo ávarpa ég líka kæra nonna, Hjálparellu. Það var að gera það, svo það gleymist ekki að þetta er líka til eitthvað honum, vinni mínum. Nú þarf ég að hugsa í þögninni. Ég lauk tali mínu í síðasta kapítula, ef ekki bara kalla kapítula, á þeim orðum að ég hefði unnið orustu eða orustuna. Hvað væri þá framundan? Stríð? Spurningamerki. Það kom nú, þetta hrökk út mér því ég hljóðritaði þann kapítula og eiginlega alveg óvart og vanhugsað. En ég hugsað þeim mun meir þessa athugasemd mína síðan ég lét hana út úr mér. Og nú skal ég segja af hverju. Það er nefnilega dálítil saga bak við það allt saman. Þetta var undir meðvitund mín að tala, ekki meðvitund. Látum oss nú sjá. Forseti deildar hljómsveitarstjóra í Bloomington, Tómas Baldner og ég vorum miklu mátar. Við áttum löng samtöl, bæði heima hjá honum og á skrifstofunni. Þegar við svona í framhaldi af skipulagningarvinnu og svoleiðis. Og hann trúði mér fyrir ýmsu sem hann sagðist ekki hafa trú á neinum fyrir. Ég selði það ekki dýrar en ég keypti það. Og hann var náttúrulega gyðingur og menntaður í Berlín. Hans ferill hófst sem, í hljómsveitarstjórn, því að það var hann og fyrst og síðast og ekkert annað. Hófst í Róm. Ég held hann hafi verið 24 ára það bil, allavega hann bráðungur, óvenju ungur. Þegar hann sigraði í keppni sem kennd við tónlistarskóla heilar Sesselíu.
Cecilia í Róm. Það vakti heimsathygli, eða eigum við að segja heimsathygli með tónlistarmanna. Enda líka opnuðust alla gáttir. Nú var hann boðið aftur heim til Berlínar og stjórnaði Berlínarfílharmoníunni. Spurning af hverju þeim datt það ekki í hug fyrr. Jæja, einhver staði verið að menna að byrja. Og hann stjórnaði London Philharmonic eða Symfóníuorkestri nema hvort ekki hafi verið. Og enn svona bráðungur. En hann var gestastjórnandi í þessum tilfellum og fór svo vítt og breytt heiminn. Þessi sigur hans í Róm fleytt honum áfram næstu árin. En hvort hann vildi ekki festa sig með einhverju hljómsveit sem aðalstjórnandi eða hvort honum bauðst ekki tækifæri. Það veit ég ekki. Hann hefur sjálfsagt verið einhvers staðar, þó að ég viti það ekki. Fastu dirigent. En svo bauðst honum starfið í Bloomington að vera deildarstjóri í deild hljómsveitarstjóra sem nú bara heilmikið djobb í stærsta tónlistarháskóla heims með eitthvað á bilinu 1500 til 2000 tónlistarnema og fullt af hljómsveitum og óperum til að stjórna. Og hann þáði það og settist bara að í Bloomington og starfsferill hans var langur og farsæll. Við vorum eitthvað að spjalla þennan feril hans þegar hann segir mér þetta í óspurðum fréttum. Johannes Brahms sótti það, var þá vínarbúi og orðinn frægur maður í tónlistargræðsum að sóttum það að gera aðalhljómsveitarstjóri í Hamborg. Ég treysti mér nú ekki til að muna hvað svo hljómsveit hét, en örugglega Hamborgar Symfónían eða Hamborgar Philharmonian. En það sem að Brahms var fæddur í Hamborg og langaði til þess að sigra Hamborg úr því að hann sigraði Vínarborg. Það fór það nú samt svo að honum var hafnað og einhver maður ráðinn sem löngu steinglindur. Ég hef ekki hugmynd hver það var. Allavega hef ég ekki lesið neina sögur af honum. Svo Brahms hunskaðist bara heim til Vínarborgar og var þar. Og umgekkst tóm séni þar. Nefni bara Robert Schumann, Klöru Schumann og fleiri. Sem voru þar á ferði eða bjuggu í Vínarborg. Og svo segir Thomas, já, svona fremur dapurlega, já, það fór nú illa fyrir Brahms. Enda engin
bætti hann við, en það engin spámaður í föðurlandi sínu. Og í framhald af því spyr hann mig bara alveg point blank, Guðmundur, eða Guðmundur minn held ég hann hafi sagt. Hann gerði þannig oftast. Hvernig er ástandi heima á Íslandi? Hvað þessi mál varðar? Er margt menntaða hljómsveitarstjóra á Íslandi? Nei, ég hreinlega bara veit ekki neitt sem er menntaður hljómsveitarstjóri. En það eru hinir og þessir að stjórna hljómsveitinu samt svona, já, útlendingar sem komum til Íslands kannski 18 ára gamlir og settust hér að og fóru að kenna á ykkur hljóðfæri og svo hugsaði ég til fleiri manna, en það er engin stemt jafnt staðfastlega að því að verða hljómsveitarstjóri eins og ég. Og þá sagði Tómas, og mér brá nú svolítið við það, ekki láta það detta í hug að þér verið boðið að stjórna þessari hljómsveit heima á Íslandi. Kannski einu sinni, kannski tvisvar. En þú verður aldrei ráðinn. Þú verður að starfa í útlöndum. Og þá hugsaði ég, já, þetta er rétt. Tómas Baldner sigraði í Ítalíu og fór til Bandaríkjanna, settist þar að. En nú kemur meira. Annan náinn, ég leyfi mér að kalla hann náinn vin minn, Leonard Bernstein, sagði við mig einu sinni þegar við sátum að sumbli eiginlega eftir óperusýningu í óperuhúsinu í Bloomington. Sagði mig, og líka upp úr þurru, það er erfitt að vera ungur hljómsveitarstjóri. Nú, já, það er svona eins og að vera menntaður í herfræðum en hafa engan her til að stjórna. Það var alveg ástand. Já, ég hef aldrei hugsað þetta þannig, sagði ég. Nei, þetta er svona eins og vera með allra hæstu gráður í herkensku og kunna orustur Napóleons aftur á bak og áfram, en hafa engan her sjálfur. Napóleon lenti nú reyndar í því. Og Korsík og Samt Helenu. En það er annar mál. Svo segir Bernstein. Sko, ég var á okkur fyllir í New York, ungur maður. Já, ekkert sérstaklega ungur. Og var alveg tilbúin í slaginn, en mér bauðst bara ekki neitt. Og þar sem ég lík þarna í rúminu mínu á sundagsmorgni eða hádegi
eða hvað það nú var, þá bankað á dyr, nei, það bankaði hurðina og hann opnar dyrnar og þar komin sendifulltrúi New York Philharmonic og segir hver ætlaði verið, ætlaði ekki verið kennarinn hans. Best að fullir ekkert það. Hljómsveitarstjóri veikur. Getur þú stjórnað New York Philharmonic í kvöld? Hvað á að spila? Og svo fékk hann það. Og hvernig eru tónleikar? Já, ég man það núna. Það eru matinee eða síðdegis tónleikar í Lincoln Center. Þá fór Bernstein í buxurnar, fór út í apótek, skelþunnur, talaði við lyfsalann svona undir 4 og sagði, heyrðu elsku vinur minn, nú verður þú að bjarga mér. Ég á að stjórna New York Philharmonic í kvöld. Nei, síðdegis. En ég alveg fyrirvaralaust, ég bara svo þunnur, mér líður svo illa, getur ekki gefið mér einhverjar töflur eða eitthvað. Ég átti ekki von á þessu og dauða mín mátti ég von. Nú þetta var músík elskandi lyfsali, þeir eru þannig margir, með einn í Garðsapóteki, gott að hafa svoleiðis hauk í horni. Og hann fer að tína einhverjar pillur úr kössunum sínum og skápum og segir taktu þetta inn, þú hressist við þetta. Og aðeins að spyrja neitt frekar út í pillurnar, þá var þeim bara skellt í sig. Þannig komst Leonard Bernstein upp á hljómsveitarstjórapall og gerði bara allt vitlaust. Og New York Times og önnur blöð hældu þessum unga mann upp í hásteft. Þetta hefði verið stórkoslegt. Þrekurinn í raun og veru. Og enginn vissi hvað Bernstein var timbraður. Hann hefði nú fengið ennþá fleiri stórir þegar fólki hefði vitað það í salnum. En þetta var nú til þess að hann var komin á flug og var strax boðið til Evrópu og meðal annars til þess að stjórna Vínarfílharmoníunni. Svo tölum ekki Lundunarfílharmoníur og aðrar fílharmoníur og líka út öll Bandaríkin. Svona var nú það. Ég var búinn að flækjast nógu lengi í útlöndum. Þá fannst nú New York Philharmonic komin ástæða til að bjóða honum að taka við hljómsveitinni og hann var aðalhljómsveitarstjóri New York Philharmonic. Hvort það var timbraður þegar hann stjórnaði, eftir það veit ég ekki. Enda líka skipti þau engu máli, en hann drakk náttúrulega eins og skepna. Fór ekki dult með það. Og keðjureykt ef hann þurfti á því að halda. Hann var svakalegur sjarmur. Og hann sagði við mig, Mr. Iceland, kallaði mig Mr. Iceland. Láttu þér ekki detta í hug að þú fái neitt að gera heima á Íslandi. Þó að þú sért eini Íslendingur sem hefur menntað sig í faginu og ætlar að starfa við það. Þú verður bara að flækjast lúrlanda og ég ætla að hjálpa þér. Nú. Og það kom nú síðar í ljós. Ég get nú bara sagt það hér.
Daginn sem ég varði doktorsritgerð mína fór ég beint út af flugvöll í Indianapolis eða eins og einn gamall starfsmaður í Icelandair eða hvaða félagi hét þá, sagði þegar ég var að skrá inn farangur: já, þú ert að fara til Indianapolis. Já, ég er að fara til Indianapolis. Og þar er flugvél, flaug til Flórida, frá Flórida flaug ég til Perú, og frá Perú flaug ég til Argentínu, Ekvadors, stjórnaði þar. Þar hafði Leonard Bernstein verið á ferð bara rétt áður og búin að græja það að mér yrði boðið. Og síðan flaug ég til Buenos Aires og stjórnaði 3 tónleikum í Argentínu og þar slóðir og flaug svo heim í gegnum New York. Og ég hef sagt á sögu áður, því hún er svo eitthvað skrítin, að þegar ég skráði mig inn á hóteli beint andspænis Carnegie Hall, það sem dóttir mín var nú að syngja daginn. Ég hef nú ekkert verið að halda því á lofti, hún sér sig sjálf. Að þá var ég beðin að innrita mig og ég innrita mig og það stendur fyrsta blaði nafn og svoleiðis, og svo var spurt hvort ég væri herra eða hafi ekki verið ungfrú eða frú eða herra eða bara eitthvað. Og svo kom doktor. Ég áttaði mig ekki á því að ég væri doktor. Ekki alveg strax. Krossaði svo doktor og það fyrir fyrst. Ég hafði bara hreinlega mátt vera að ég hugsa það. Ég hafði rétt lokið doktorsprófi þarna og ég lagði í þessa ferð. Og það hafði ég verið mánuð eða 2 í Bloomington fyrir vörnina. Og svo var þetta sennilega 3 vikna ferð til Argentínu og eins og ég segi alltaf, ég var fremur framlár þegar ég kom heim. Jamma já. Ekki sem spámaður. Alveg af og frá. Bara Gumm og Sóðavírum. Eða Gvendur eins og einhver ávarpaði mig á fyrstu æfingunni í Háskólabíói þegar ég var að vinna fyrir útvarpið og hljóðrita fyrir útvarp. Og svo í 3. lagi, svo ég held áfram. Einhver albesti kennari sem ég hef kynnst. Af því hún hafði þurft að læra allt saman og þurft að berjast fyrir því. Hennar stríð var háð í skóla. Hún hét Dr. Margaret Tillis og var stjórnandi Chicago Symphony Chorus og kennari í symfonískum kórbókmenntum í Bloomington. Við áttum nú ekki skap saman til að byrja með, en síðan urðu við perluvinir og hún kenndi mér í 2 ár. Því ég er að rifja þetta upp, það var tvennt sem hún lagði gríðarlega áherslu á. Og það var það sem heitir batóntekník, eða sem sprotatækni, tónsprotatækni, og æfingatækni.
og ég tilengaði mér þau fræði, ekki síst frá henni. En hún var nú bara, sem sagt, kórstjóri að vísu Chicago Symphony Chorus og komið það langt og voru það fullorðin og fá gott embætti. Og svo gerist það, já, henni hefði aldrei verið boðið að stjórna hljómsveitinni í Chicago, það bara datt engum það í hug. Svo gerist það er bankað upp hjá henni að morgni og nei, það var ekki bankað upp á. Það var hringt í hana og það var enginn annar en Sir George Scholti og segir, Margaret, I am sick. Can you conduct in New York tonight? Sem sagt, Scholti var farveikur og hringir í Margaret Tillis sundagsmorgni af því að hljómsveitin var farin undan til New York og það var uppselt tónleika í New York og það átti að flytja 8. sinfóníu Mahlers, takk fyrir. Og þarna fekk Margrét loksins tækifæri, fyrr má nú vera tækifæri, en hún gerði sér lítið fyrir og fór til New York og gekk inn á sviðið og það var mikið klappað og ennþá meiri í lokin. En henni var aldrei búið að koma aftur til Chicago til að stjórna Chicago Symphony Chorus. Nei, symfóníinu myndi ég. Hún var bara svona einhver stelpa, einhver Magga frá Chicago. Og ætla ég að taka örstutt hlé. Já, hún Magga, hún var nú ekki spámaður í Chicago. Ekki fyrir hún eftir þetta. Frægð hennar kom frá New York. Þetta sagði hún mér allt saman í smáatriðum. Mórallinn í þessari sögu er sá að kennarar mínir, allir sem einn, sögðu mér við hverju ég mætti búast. Og reyndust sannspáir, já, það hljómar einkennilega. Og ég kannski segja eitthvað frá því síðar. En nú ætti hlustendur að vita af hverju það hrökk út úr mér ómeðvitað í lok síðasta kapítula. Þetta, ég vann orrustuna, en verður nú stríð. Og þetta náttúrulega núna augljóst væntanlega. En þessar athugasemdir allar setja svolítið spenning í þessa sögu. Hvernig fer þetta hjá Gvendi? Við sjáum til. En úr því ég nefndi stríð og orrustur og á þessum stað í þessari frásögn, en hægt að kalla það frásögn,
til handa börnum mínum og nonna að þá fer ég að segja eftirfarandi. Faðir minn benti mér á það. Ég held að ég hafi hann verið unglingur, en það gæti verið, það hafi verið seinna. Ég bara þori ekki að fullyrða það. Mér finnst eins og ég hafi verið bara í tónlistarskólanum þegar hann benti mér á það, eða sagði mér frá því að Sigurður Nordal, prófessor Sigurður Nordal, hefði flutt útvarpserindi á sínum tíma og fleiri en eitt og fleiri en tvö, og þau hefðu verið svo alþýðleg og góðu mannamáli að þjóðin sperrti eyrun, og það var sagt og ég fengi að staðfest hjá syni Sigurðar að það var varla bíll á ferð þau kvöld sem Sigurður las eða flutti þessar greinar í útvarpið. Þjóðin stóð alveg á öndinni. Svo þessi greinaflokkur hét frá upphafi Líf og dauði og kom svo út á bók. Þá bók las ég. Þar í er saga sem pappa mínum þótt óskaplega mikið til koma, og hún hét Ferðin sem aldrei var farin. Og þá sögu las ég upp til agna og aftur og oft á mörgu sinnum, og ég ákvað að ég skyldi hafa þessa sögu hugfasta og gera hana að eins konar leiðarljósi mínu í lífinu ásamt öðrum ljósum sem ég lærði að þekkja barnaaldri. Og lýsi mér leið enn í dag. Ég ætla ekki að segja þá sögu sjálfur. Ég fann hana að rennila óvart. Það var eins og ég hefði verið leiddur þangað á YouTube. Þar les prófessor Sigurður Nordal þessa sögu. Ekki alla bókina Líf og dauði eða greinaflokkin, heldur bara þessa sögu. Svo það eru fleiri ég sem hafa heillast af henni. Einhver útgefandi hefur heillast af henni og gefið hann út, eða einhverja aðdáandi Sigurðar eða af einhverju tilefni. Og ég ætla að biðja börnin mín og Nanna að hlusta á þennan lestur en hafa hugfast að það var Gvendur og Sóiveginum sem benti ykkur á þessa sögu. Í framhald af tali spámenn og föðurland á Íslandi
og út allan heim og í gegnum alla tónlistarsöguna. Og þá held ég hafi þessi aðför. Íslenskan svo skemmtileg. Aðfararorð. Aðfara, annarkot farar eða fara orð. Nenni ekki að leggjast í beygingar hér. Ég hef þessi orð ekki fleiri en bið fólk að njóta nú þessara sögu prófessors Sigurðar Nordal. Ég ræddi þessa sögu, ég þarf að bæta því, ég ræddi þessa sögu, þessa grein við Jón Nordal, símleiðis, fyrir skömmu. Og sagði honum hver skilningur minn væri á henni og hefði alltaf verið og hvers virði hún hefði verið mér alla ævi. Og hann staðfesti það sem ég sagði og sagði þetta hárrétt hjá Guðmundur, þú skilur þessu sögu þennan lærdóm fullkomlega. Það var það. Nema hvað það niðurlag sögunar sem skipti mig mestu. Aðdragandinn nauðsynlegur en niðurlagið svo kjarnýrt sem það nú hefur skipt mig mestu og hvar í felst það leiðarljós sem ég nefndi hér áðan. Nú ætla ég að þagna þó fyrir hefur verið. Árin 161 til 180 eftir Krists var keisari yfir öllu Rómaveldi Marcus Aurelius Antoninus, eitt hið mesta göfugmenn og spekingur sem nokkuru sinni hefur ráðið löndum og þegnum. Svo bar til á öndverðri stjórnartíð hans að alúðar vinur hans og ráðgjafi Quintus Caecilius Metellus féll í styrjöldinni við Parta. Quintus Caecilius hafði verið einn af mestu auðmönnum Rómverja og átti veglega höll og búgarð skammt frá borginni. En hann var eins og keisarinn sjálfur, alinn upp í hinum stranga skóla stóumanna, var maður hreinlífur og siðavandur og vék ekki frá sparneytni og ókvalráðu líferni þrátt fyrir auðæfi sín. Hann lét eftir sig son einan barna, Lucius Caecilius Metellus, sem var 18 ára að aldri faðir hans lést. Lucius hafði hlotið hið ágætasta uppeldi, hlýtt kennslu heimspekinga og fræðimanna og tamist við hvers konar íþróttir en lítt fengið að vera sjálfráður og búið við samskonar háttu sem faðir hans. Var hann enn óráðinn hann tók við óðali og eignum á æsku skeiði. Honum varð brátt gott til vina því að mörgum jafnöldrum hans úr nágrenninu og sjálfri Róm þótti fýsilegt að sækja hann heim. Kunnu þeir góð skil á allskyns unaðsemdum sem Rómverjar gerðu sér títt þó að Lucius hefði varla nema spurnir af þeim. En hann var námgjarn á slíka hluti og vildi fegin njóta lífsins og æskunnar áður en seinan væri. Þar skemmst frá að segja að Lucius brá af öllum háttum föður síns áður en langt leið, safnað að sér gjálífum höfðingjasonum, leikurum og dansmeyjum og lifði hvern dag í dýrlegum fagnaði. Hann gerði nótt að degi en dag að nóttu og sparaði ekki til enda var af nægu að taka. Fór senn það orð af honum
að vart myndi annar maður kunna betur að veita gestum og búa þeim alls konar ríkulegan og fágætan munað. Keisarinn vissi gjörla hagi hans og siði, en beið þess að Lúsíus yrði sjálfur leiður á þessu líferni hann hefði drukkið bikar þess í botn og liðu svo nokkur ár. En keisaranum þótti það dragast furðu lengi að Lúsíus hyrfi að þeim háttum honum höfðu verið innrættir í æsku. Tók hann það ráð að senda einn af vitringum sínum á fund hins unga manns. Sá bjó sig í dulargervi söngvara og fór með hörpu. Þegar hann kom aftur til keisarans, sagði hann allt af létta frá heimsókn sinni. Þar í höllinni hafði verið veisla góð og drykkur ágætur, en glaumur og gleði svo mikil að torvelt var að fá hljóð. En Lúsíus hafði skipað gestum sínum að hlýða á söng hins hára þular með þeirri virðingu aldri hans bæri. Þegar söngvarinn kvað fánýti þessa skammvinna lífs og beiskar dreggjar nautnanna, undirgefni við lögmál náttúrunnar og dygðaríkt líferni sem einu leið til rósams hugarfars, drap Lúsíus höfði sem til samþykkis og mátti sjá að heilræði föður hans og kennara rifjuðust upp fyrir honum. En hörpuslagarinn fór með forn latnesk hetjuljóð afrek í orustum og mannhættum Rómverjar urðu að vinna áður en öll veröldin liti þeim, þá réttist Lúsíus í setinu og brá fyrir glampa í augum hans sem sloknaði þó jafnharðan aftur. Og öldungurinn lofaði í ljóðum sínum frið einverunnar, íhugun náttúrunnar og hugleiðingar heimspekinganna sem allri gleði væru æðri, varð Lúsíus spurull á svip, svo sem þekkti hann ekki þá leyndardóma en vildi gjarnan kynnast þeim. Tjáði sendimaður keisaranum að hinn ungi höfðingi mundi fyrir löngu orðin þreyttari á veisluhöldum sínum og óhófi en nokkur af gestum hans, þó að hann bristi framtak til þess að hverfa frá því og segja skilið við vini sína og svallbræður. Hvað hann ráðlegast að senda Lúsíus þegar í hernað og neyða hann svo til þess að breyta siðum sínum. Markús Árelíus þakkaði sendimanni ferð hans og tillögur og hugsaði málið. Þótti honum Lúsíus lítt til hermennsku fallinn eins og hann myndi nú vera á sig kominn. Ætterni hans var svo göfugt að ekki sómdi annað en fela honum herstjórn ef hann væri sendur til vígvallanna. En það vissi keisarinn að sumir herforingjar vildu lífa í bílífi, jafnvel í herbúðunum og urðu þá sjaldan sigursælir. En þótti honum hætt á að Lúsíus kynna falla í orustu, en hann var ókvæntur og mundi þá þessi fornfræga ætt vera aldauða í karllegg. Og þó að Lúsíus kynna reyna stugandi hermaður og kæmi heim aftur heill á húfi, þótti keisaranum viðbúið að sækja mundi í sama horfum háttsemi hans hann færi að hressa sig eftir svaðilfarirnar. Nokkru síðar sendi Markús Árelíus riddarætn á fund Lúsíusar með bréf og var efni þess fyrir utan nokkur vinsamleg kveðjuorð á þessa leið. Sendiferð hef ég hugað þér og eftir vandlega íhugun kjörið þig til hennar framar öðrum þegnum mínum, því að hinum fyrri frændum þínum hefur margt tekið skiptusamlega vandi steðjaða Rómaveldi, en faðir þinn var trúnaðarvinur minn og einarður til allra góðra hluta. Hefur þú á sjálfur notið þins besta uppeldis, þótt þú sért enn lítt reyndur. En ferð þess ærið vandasöm. Hún verður að vera með mikilli launungu, svo að þú farir hana einn þíns liðs og fátæklega búin að fararefnum, þótt óríflegt sé fyrir jafn auðugan mann og þú ert, sem á sér gnótt fyldar manna og skjólstæðinga. Mér ókunn lönd þau og leiðir þú verður að kanna eftir að kemur út yfir landamæri ríkisvors, og veit ég ekki þeirra manna von,
kunna segja þér af þeim. En bæði hygg þú munir þola vos og mannraunir í förinni. Erindi þitt veit hvorki nú, né mun síðar kunna gjöra segja þér, annað en það eitt, að velfarnaður Rómaveldis getur mjög verið undir góðum erindislokum komin. Þú munt fyrirhitta ríkan konung í því landi þú kemur til og muntu þurfa að deila orðspeki við hann og ráðgjafa hans. Reynir þá mikið á að þú sér sem vitrastur sjálfur, því að bæði verður þú að skilja hvað ríki voru muni vera fyrir bestu og kunna að halda á málstað þínum. En eigi má gefa þér ráðum það sem enginn þekkir né getur séð fyrir. Vil ég ekki dylja þig þess að sendir hafa verið menn til þessarar farar og hefur enginn aftur komið. En ég mun treysta á giftu ættar þinnar og svo á það sem heimspekin kennir oss, að vitrum manni og góðum heppnist allt það vel sem honum sjálfrátt, en taki hinu sem að höndum ber með kjarki og rósemd. Þú munt hafa 3 ár að búa þig til ferðarinnar og ráðstafa húsi þínu, en vera má að lengur geti þó dregist að þú verðir til hennar kvaddur. Þegar Lúsíus fékk þessa orðsendingu hins mikla Sesars, setti hann hljóðan og var hann tíma ekki mönnum sinnandi. Var það hans fyrsta verk að senda frá sér alla gesti sína og skemmtunarmenn og reikaði hann dögum saman hallargarða sína og gat ekki annað hugsað en hvernig hann mætti búa sig undir að taka slíka ferð á hendur. Það varð honum þegar einna ljósast að hann mundi vera illa færum að leggja á sig mikið erfiði og vosbúð. Tók hann þá að leggja stund á alls konar íþróttir, veiðar og vopnaburð, sund og fjallgöngur. Var honum þetta fyrst í stað hinn mesta kvöl og þraut, því að hann var orðinn kveifanlegur og máttdreginn af hólífi og munaði. En áður en langar stundir líðu, tók hann að þola áreinsluna betur og síðan að hafa af henni mikið yndi. Var það nú gaman hans og skemmtun að fara einn saman ókunnuga stigu fjalla og skóga og sofa undir berum himni. Komst hann á þessum ferðum í margar raunir, birnir og vargar eða stigamennur á leið hans og kom þá stundum heim, bæði sár og meiddur úr viðureign sinni við þá, þótt hann byrgi lífinu. Undruðust þrælar hans hvers vegna húsbóndi þeirra lagði á sig slík harðræði og hættur að þarflausu. Og þó enn meir þeir urðu þess varir að hann kaus oft heldur að hvíla á steingólfin í svefnstofu sinni en í rekkjunni. Hugðu þeir að guðirnir hefðu gert hann örvita. Annað kom þó brátt í ljós. Lúsíus tók nú að gefa því gaum að búgarður hans var í megnustu vanhirðu, því að meðan hann sjálfur hafði ekki sinnt öðru en skemmta sér, höfðu ráðsmenn hans dregið sér allt það fé sem þeir máttu, en þrælarnir lagst í leti og ómennsku. Eigi þótti honum réttlátt að refsa þeim fyrir það hann vissi vera sjálf sín sök, en hann tók nú að líta eftir eignum sínum og búi með árvekni og atorku, lét bæta hús þau hrörnuð voru og taka ný lönd til ræktunar. Nú var liðið hálft annað ár frá því hann fékk bréf keisarans og kom honum þá í hug að ef til vildi kæmi hann aldrei aftur úr ferðinni og væri þá engin erfingi að eignum hans. Réð hann því að kvænast og valdi sér að konu dóttur eins nágranna síns var fátækur maður en vel ættaður og hafði alið upp mörg börn og mannvænleg við óbrotið líf en góða menntun. Ól kona hans honum son að ári liðnu hann gaf nafn Quintusar föður síns. En Lúsíus var kvæntur fór hann að hugsa að enn skorti hann mikið á að vera ferðbúinn. Hélt hann að vísu hinum fyrri háttum sínum íþróttir og búgæslu. En nú var sem honum entist tími til alls, sem hann hafði ekki mátt vera að sinna meðan hann hafði ekkert fyrir stafni,
enda var hann nú árrisull og öll störf voru honum gaman eitt. Hann safnaði þá að sér gestum á nýjan leik, en nokkuð voru þeir með öðrum hætt en áður hafði verið. Bauð hann til sín þeim mönnum víða höfðu farið og kannað siðu og tungur fjarlægra þjóða. Hafði hann mikla skemmtun af að ræða við þá. Það þótt honum undarlegt, þeir sögðu honum, hversu mjög tungurnar höfðu greinst og máttu þó nefna hina sömu hluti en með gjör ólíkum orðum. Hitt var samt enn furðulegra að allar þjóðir tignuðu nokkura guði en gáfu þeim ýmis heiti og lýstu þeim á marga vegu. Svo var og með siðu þjóða að í hverju landi var litið á það með sérstökum hætti hvað væri réttlátt, gott og fagurt en kom þó sumt í einn stað niður. Varð honum við þetta ljósara að hann væri lítt við því búinn að vita hvað öllu Rómaveldi væri fyrir bestu, nema hann kynni betri skil á því fyrir sjálfan sig hvað nauðsynlegast væri manninum til hamingju og farsældar. Tók hann nú að rifja upp fyrir sér fræði þau faðir hans hafði látið kenna honum og sendi aftur eftir spekingum þeim hann hafði látið frá sér fara þegar hann varð fullveðja. Var hann nú miklu meira gagn að kennslu þeirra en fyrr, því að hann var sjálfur reyndari og hafði jafnan í huga hversu heimspekin gæti komið honum að notum, hann ætti einn að skera úr vandamálum þeim honum gætað höndum borið í samningum við hinn ókunna konung ef hann kæmist á fund hans. Hann skildi nú að fleiri leiðir gátu legið til góðs lífernis en speki stóumanna sem verið höfðu lærifeður hans. Sendi hann eftir vitringum bæði frá Grikklandi, Persíu, Egyptalandi og Júdeu og hlýddi hugfangin á allar þessar kenningar. Enn honum þótti sem margbreytni þeirra og ágreiningur ætluð að trufla hann, hélt hann enn þeim sið að fara einn saman á fjöll og skóga, liggja undir beru loftum nætur, hlusta á raddir náttúrunnar og horfa undrandi á stjörnur himinsins. Kom hann jafnan svo úr þeim ferðum að honum virtist líf mannsins einfaldara en spekingunum og ritum þeirra bar saman en var samt engu ófúsar en áður að vita meira hugleiðingar þeirra. Svo líðu þau 3 ár, Marcus Aurelius hafði veitt Lúsíusi til að búa sig til ferðarinnar. Og enn liðu árin, hvert af öðru, án þess að honum kæmu boð frá keisaranum. Lúsíus eignaðist fleiri börn, bú hans blómgaðist og eignir hans jukust. Eftir því sem hann vitkaðist hugsaðan meir þræla sín og skjólstæðinga, gaf þrælunum smám saman frelsi en keypti aðra nýja og reyndi að koma hverjum mann honum var háður til nokkurs þroska. Nágrannar hans tóku smám saman að leita ráða til hans, bæðum búsýslu og önnur vandamál. Hann var á kvaddur til þess að sitja í öldungaráðinu, svo sem ætterni hans gaf honum rétt til, var kosinn ræðismaður og gegndi því starfi 4 mánuði sem þá var venja. Bar nú oft saman fundum hans og keisarans sem mat mikils tillögur hans. Aldrei minntist keisarinn á ferðina við hann, en stundum kom fyrir að hinn mikli Sesar leit á Lúsíus fjarrænum augum mitt í ráðstefnunum eins og hann vildi segja: allt þetta viðbúnaður einn fyrir þig því að þú ert maðurinn sem á að fara hina miklu sendiför þegar mest á ríður. Einn morgun að liðnum 10 árum frá því að Marcus Aurelius hafði sendt Lúsíusi bréfið bar hraðboða frá keisaranum að garði hans. Hafði keisarinn aldrei fyrr sent eftir honum en boðaði hann nú að kvöldi þessa dags á sinn fund. Lúsíus þóttist þegar vita nú væri ferðin fyrir höndum. Gaf hann sendimanni greið svör og hvaðs mundu koma fyrir keisarann sólsetur. Hann bjó sig til farar, klæddist veiðibúningi sínum, tók þykka skó á fætur, girti sig einu breiðsaxi og hafði spjót í hendi. Síðan kvaddi hann börn sín og konu og sagði henni að hann gæti búist við að verða lengi á brautu.
en allt sem að búgæslu og uppeldi barnanna laut hafði hann jafnan reynt að láta hana þekkja engu miður en sjálfan sig. Þá stíð hann upp í vaxinn og ók áleiðis til borgarinnar, sendi síðan vagnin aftur heim en fór fótgangandi síðasta spölinn. Hann gekk eftir Vía Appía þar sem margt skrautbúinna vagna var á ferð til borgarinnar og frá henni en grafarmörk ýmissa stórmenna voru á 2 hendur alla leið. Þegar hann kom að hinu veglega minnismerki frændkonu sinnar, Cecíliu Metellus sem þar stendur enn í dag, vék hann út af veginum í Lundeinn þar var rétt hjá og helgaður Díönu veiðigyðju. Hann nam staðar í lundinum, leit aftur til Mons Albanus sem bar við himinn og glóði í síðdegisólinni og renndi huganum yfir ævi sína, einkum síðustu 10 árin sem höfðu orðið honum auðugust af reynslu, lærdómi og gleði. Hann leit með vorkunnlátri velþóknun á gelgjuskeið sitt hann hafði farið hamförum hins fávísa unglings til að höndla gæfuna en alltaf gripið í tómt. Ef til vill hafði það orðið honum til góðs, því að hann þurfti ekki síðan að þrá neitt af því sem hann þegar vissi vera hégóma. En hvar hefði hann nú verið á vegi staddur ef boðskapur keisarans hefði ekki borist honum? Að líkindum 32 ára gamalmenni sem bærað vörum sér með skjálfandi höndum, sama bikarinn nótt eftir nótt, án þess að finna til þorsta né hljóta svölun. Og hann hugsaði með sér, hefði ég nokkurn tíma vaknað til vitundar hamingju mína, ef ég hefði ekki horfst í augu við að lífið ætti að vera mér skammvinnara og erfiðara en öðrum jafnöldrum mínum. Lúsíus gekk út á Vía Appía, hraðaði göngu sinni og skundaði gegnum Porta Capena til Palatínhæðarinnar á fund keisarans. Marcus Aurelius tók við honum einn saman í málstofu sinni. Hinn mikli Sesar var grannleitur og fölleitur, svipurinn í senn mildur, raunabitinn og þreytulegur, klæði hans á sinn hátt jafn óbrotinn sem ferðabúningur Lúsíusar. Eins vel hefði mátt trúa því að hann væri í gæsluvarðhaldi í þessari miklu höll og hann væri allsráðandi Rómaveldis. Lúsíus laut honum með lotningu en keisarinn mælti til hans á þessa leið. Cecilius Metellus, að 3 dögum liðnum verð ég enn að fara frá Róm, því að Markómannar hefja nýja sókn á mæri ríkisvors og þar þarf varnar við. Vera má að ég komi aftur úr þeirri för. Ég vil ekki skilja við þig að þessu sinni án þess að játa að ég hef blekkt þig. Slíkt var illa samboðið Sesar, en vald Sesars nær skammt í þeim efnum mestu máli skipta. Ég kunni ekki aðra betri leið. Hver maður sem lifa vill bærilegu lífi verður að stefna að einhverju takmarki. Ég vissi að þú leitaðir gleðinnar, en þú leitaðir hennar ekki samkvæmt lögmáli alheimsins, þínu eigin eðli né þörfum mannlegs samfélags. Þú varst í styrjöld við náttúruna og þína eigin skynsemi. Í þeirri styrjöld hlaust að fara halloka. Ég beitti valdi mínu til þess að setja ævi þinni takmark, en ég reyndi að gera það svo fjarlægt og ótiltekið að það hnepti þig ekki í neina fjötra, heldur gerði þig frjálsari, opnaði augu þín fyrir kostum lífsins og kendi þér að beita þeim kröftum sem þú bjóst yfir. Þá þóttist ég vita að þú myndir sjálfur finna þér ærið starfsvið sem sæmandi væri síni Quintusar, rómverskum borgara og dugandi manni. Þú hefur búið þig vel og drengilega undir þá ferð sem keisari þinn kvaðst hafa fyrirhugað þér. Þú stendur nú frammi fyrir mér albúinn til að færast hverjar þær þrautir í fang sem þér kunnað berað höndum. Þú hefur gert þína skyldu. Nú á ég eftir að gera mína, að leysa þig frá þessari kvöð. Ferðin sem ég talað verður aldrei farin. Þú getur horfið aftur á morgni til heimilis þíns og þarft ekki framar að bíða eftir neinni skipan frá Sesar. Lúsíus,
Ég sé að vonbrigði og gleði á hvörfum í svip þínum. Ef til vill hefur því morgun í hugskoti þínu hlakkað til þessara raunar manndóms þíns leið og þú kvaddir heimili þitt með söknuð og trega. Eða finnst þér sem líf þitt muni nú verða tómlegt þú hefur ekki framar þetta takmark að hugsa til. Hafðu biðlund ennum skeið. Vér eigum allir líka ferð fyrir höndum og þér var fyrir huguð. Einmana förum vér til ókunnugs lands, þar sem ég verð ekki Sesar og þú getur jafnvel ekki haft með þér spjót þitt né sax. Naktir munum vér standa frammi fyrir konungi þess lands, alls lausir nema þess sem vér erum í hug og hjarta. Ég nam það af meisturum mínum, að eftir dauðan mundi hinn hreina sál eins og lítill logi sameinast báli guðdómsins í undursamlegum fögnuði og sigurgleði. Hinnir fornu spekingar trúð á dóm í öðrum heimi og sjálfstæða tilveru sálarinnar eftir þann dóm og undir þeim dómi. Ekki á mínu færi að skera úr hvort sannara en því vil ég trúa að þar verð ekki dæmt eftir neinum öðrum lögum eftir dóms kemur en þeim sem letruð í þennan sama hug sem þú ferð með og náttúruna sem hann í samræmi við þegar hlustað eftir ótruflaðri rödd þeirra beggja. Mund ekki þeir Mínos og Radamanthus eða eiga dæma þig, ver undir órjúvanlegu lögmáli alheimsins líkt og þú sjálfur. Þó að þeir vildu fegnir vera sem mildastir, gætu þeir ekki í einni svipan losað mann við allar þær blekkingar sem hégómlegar hugsanir, yfirdrep og dáðlaust líferni geta ofið hann. Þar sem hér verður ekkert annað en þín eigin viðleitni þér nokkurs virði. Nú mál að ganga til veislusalsins Lúsíus, þar sem mín bíða nokkurir vinir sem ég ætla að kveðja í kvöld eins og þig. En á morgun skaltu rísa árla sem siður þinn og hugsa ráð þitt. Ef þér finnst þú hafa glata þessum árum sem þú varst að búa þig undir ferðina sem aldrei verður farin, þá hverf þú aftur að þínu fyrra líferni og fyrirgef þú keisara þínum. Þú ert enn ungur maður og færum að njóta lífsins nógu lengi. En viljir þú halda áfram að búa þig undir þá för sem oss öllum jafn vís, þá munt ekki sakna hugsunarinnar hina ferðina. Og þér mun aldrei þykja lífið of langt til þess að vera við því búinn að standa einn frammi fyrir eilífðinni og enn slippari en þú stendur nú hér. Ég sé hvað þér í huga. Þú ætlar að beiðast þess að fara með mér í herferðina gegn Markómönnum, en það leyfi ég ekki Lúsíus. Mig skortir ekki liðsmenn sem reyndar í hernað en þú. Hitt þætti mér meira virði ef ég vissi að ég skildi eftir hér í Latíum marga slíka menn til forsjár ríkisins í fjarveru minni. Vertu sem tillögu bestur í öldungaráðinu, gefðu samborgurum þínum gott eftirdæmi, al þú upp sonu þína til að verða föður betrungar. En nú skulum við senn tæma skilnaðarskál af hinu besta víni sem til frá dögum Trajans. Síðan skiljast leiðir okkar. Þú fer til búgarðs síns og heimilis og vona ég að þín bíði þar langt líf og heillaríkt sjálfum þér og öðrum. Ég geng undir hinu forna arnarmerki til vígvallanna, þar sem jafnan getur skamt verið milli lífs og dauða. En eins og Sókrates mælti, hvor okkar fer betri för öllum hulið nema Guðinum einum.